heiti Ásborg. Ég heiti Sólveig. Ég heiti Þórdís. Og við ætlum að tala um bókina Kalman og fjallið sem svaf. Hún er eftir Joachim B. Schmidt og þýdd af Bjarna Jónssoni. Sagan er Kalman sem er 33 og er að deila við alls konar vandamál. Til dæmis þroskahömlun. Í bókinni þá lendir hann í allskyns vandamálum og ævintýrum. Til dæmis fór hann til Ameríku og lendi í alls konar ævintýrum þar og síðan þegar hann kom aftur í Ísland lendi hann aftur í ævintýrum. Við getum byrjað að segja ykkur frá móður hans sem að skildi hann mjög vel og var mjög góð í að spila með skapið á honum. Hún gat til dæmis sagt taka tilfinningarnar hans, þannig að ef hann var leiður þá sýndi hún honum hvar tilfinningin væri og tók hana í burtu svo að hann myndi róast niður. Hún ól Kalman upp ein með pappa sínum eða afa Kalmans og lærði mjög mikið af því að vera einstæð móðir. Og hún kallaði pappa Kalmans bara sæðisgjafan og hann var ekkert meira fyrir henni. Við getum líka sagt ykkur aðeins frá afanum. Hann gengur svolítið bara Kalman í föðustað og hann hafði mjög miklu þolinmæði fyrir Kalman og fór oft með hann á veiðar og kenndi honum margt og eitthvað. En síðan kemst Kalman að því að hann var njósnari fyrir komana og það er alltaf svona breytti ásýnd Kalmans á afanum. En já, ég get nú ekki mikið verið að sagt um afan. Svo er það pappans Kalmans sem átti bara litlu til engu sambandi við mömmans nema þegar hann skrifar henni eitt bréf og hann átti ekkert mikið frekar betra samband við Kalman fyrir en að hann bauð honum í Bandaríkin til að hitta sig og það gekk misvel af því að hann fór til dæmis með hann á þinghúsið þegar voru mótmæli og svo skilduðu hann eftir þannig að hann með sín vandamál verður mjög pirraður og endar í haldi lögreglu og pappans kendi Kalman líka að berjast eða taka skotvopn af óvinum og svoleiðis. Hann kendi honum líka að búa til sprengjur eða flugelda heimagerðar og bara allskyns kúnstir sem ættu ekki að nýtast neinum. Svo er það Nói, það er besti vinur Kalmans í bókinni. Hann er kokhraustur, getur maður sagt. Hann segist vera vinur Kalmans en maður sér að Kalman hefur aldrei séð hann í alvörunni og ekki andlitað á honum. Þeir tala bara saman í gegnum tölvuna. Hann er líka opinskáttur. Nói er líka hann sem fær Kalman til þess að hugsa hvort afans hafi verið myrtur eða ekki og fær hann til þess að grafa dýpra í þann dauða. Hann stjórnar Kalmani, eða allan að reynir það eins og það var ein sena þar sem hann var skamma Kalman fyrir ekki að hafa hitt hann þegar Kalman fór til Reykjavíkur. En svo segir Nói að hann var hvað sem er mjög svona busy. Svo já. Kalman sjálfur er mjög skrautleg persóna enda dílir hann við sín vandamál. Hann hugsar á allt annan hátt en flest fólk og er ekki eins og fólk er flest. Hann tekur mjög marga trillinga, bara missir stjórn á skapinu sínu eins og bara ef hann finnur of margar tilfinningar til dæmis þá getur hann tekið trillinga og fer bara í svona reiðiskvöst og fer að kasta hlutum og bara ræður ekki við sjálfan sig svona bara eins og hann fari í annan líkama þannig séð og já, bara ræður ekkert við skapið á sér og allt sem hann gerir er bara nánast ekki á hans stjórn. Hann klæðir sig bara svona frekar mikið alltaf eins, er alltaf með sama kúrekahattinn sem að pappans gaf honum og já, hann gengur alltaf með svona sheriffmerki sem pappans gaf honum líka
og byssu. Í eitt sinn var hann sendur á geðdeild þegar hann réðst á mömmu sína og fór svo að berja sjálfan sig til blóðs, þannig að hann virkilega dílir við sín vandamál. Kalman átti líka kærustu sem að þau gerðu aldrei meira en að kúra en eitt svoleiðis, en hann allavega réðst á hana í eitt skipti og man ekkert eftir því hann sér bara svart þegar hann lendir í þessu. En hann saknar hennar töluvert og núna má hann ekki fara nálægt henni. Enda vildi hún frá nálgunarbann eftir þetta atvik. Svo er það Bandaríkjamaðurinn sem að kom frá CIA og hann átti dót í Heiðarfjalli sem var með svona vopnageymslu og hann kom til þess að drepa sá sem að vissu að þessari vopnageymslu. Hann hræðir afa Kalmans til dauða og síðan skýtur hann Lúlla Lenín sem að Kalman kemur síðan að látnum og síðan kemur Kalman til Telmu ömmu systur sinnar og þá er hann að fara að drepa Telmu, Bandaríkjamaðurinn, og Kalman og Bragi blandast inn í það og hann fer með upp á fjall og ætlar að fara að drepa þau þar en hann endar á því að springa bara í loftu. Bandaríkjamaðurinn þarf líka að sprauta sig með einhverju af því að hann er greinilega með eitthvað sjúkdóm. Og já, það er nokkið mikið meira að segja Bandaríkjamanninn. Já, okkur fannst höfundurinn bara geta útskýrt hug Kalmans mjög vel og hann kom með mjög flottar senur, til dæmis í jarðarförinni þegar fólk fór mjög mikið að grípa fram í fyrir prestinum og eitthvað og hann náði líka að útskýra innrásin í þinghúsi mjög vel, bara eins og þetta gerðist í alvörinni. Og þegar hann kom í sinna þegar mamman tók tilfinningar þar, það bara útskýri mjög vel sálfræðilega einhvern veginn. Það er líka gaman hvernig hann náði að breyta Heiðarfjalli og hafa það mikið part af sögunni. Já, og líka bara hann náði að taka inn mörg atriði sem gerðust í raun og veru og setja inn í söguþræðin. Það var svolítið erfitt að flókið að fylgja söguþræðinum. Það var svolítið erfitt að finna út hvað Kalman var að tala eða hugsa og hvað var í gangi bara almennt í sögunni. Þá fer þessu hlaðvarp að ljúka. Bara takk fyrir okkur. Við elskum þig, Laufey. Takk fyrir önnina. Og gleðileg jól.